Velkomin á Malbiksstöðina Varmá. Við ætlum að byrja á að kynna lið gestana, Fjölnismanna. Í markinu númer 26 Halldór Snær Georgsson, númer 3 Reynir Haraldsson, númer 4 Júlíus Mar Júlíusson, númer 5 Dagur Austmann Hilmarsson, númer 7 Dagur Ingi Axelsson, númer 9 Máni Austmann Hilmarsson, númer 10 Axel Freyr Harðarsson, númer 14 Daniel Ingvar Ingvarsson, númer 16 Orri Þórhaldsson, númer 22 Baldvin Þór Berntsen, númer 29 Guðmundur Karl Guðmundsson. Þjálfarar Fjölnis eru Úlfur Arnar Jökulsson, Einar Jóhannes Finnbogason og Erlendur Jóhann Guðmundsson, Gunnar Ingi Sigurðsson. Dómarar leiksins eru Sveinn Arnarsson, Jakob Marcin Rók og Rögnvaldur Páll Höskuldsson. Eftirlitsmaður Ólafur Ingi Guðmundsson. Og þá komið að liða okkar heimamanna. Númer 1 í markinu Arnar Daði Jóhannesson. Númer 2 Gunnar Bergmann Sigmarsson. Númer 4 Bjarni Páll Linnett Runólfsson. Númer 6 fyrirliðinn Aron Elí Sævarsson. Númer 7 Aron Jóhansson. Verið velkomin í þessa beinu útsendingu frá Malbiksstöðinni að Varmá. Framundan leikur Afturhaldingar og Fjölnis í lengjudeildinni, 9. umferð og þetta er mjög góð umferð. Það er baráttan um blikastæði hérna, svo derbyleikur líka í Suðurnesjunum, Keflavík Njarðvík og einnig derbyleikur fyrir norðan, Dalvík Þór, eða Þór Dalvík, ég maður ekki alveg. Þetta verður allavega mjög spennandi og það er auðvitað líka Suðurstrandarslagurinn, Suðurstrandarvegsslagurinn, Grindavík Vestmannaeyjar, baráttan um miðinn. Staðan þar er 1-0, seinni hálfleikur þar og 1-0 líka í Keflavík Njarðvík fyrir Keflavík. Liðið hjá Afturhaldingu, þeir þurfa að gera eina breytingu vegna þess að Bjartur Bjarmi er í banni og Bjarni Páll Linnett kemur inn í staðinn fyrir hann. Annars er liðið óbreytt hjá Magga. Hann er ekkert mikið að rótera liðinu núna í síðustu leikjum. Úlli hins vegar hjá Fjölni, hann ákveður að breyta liðina eins og Óri Þórhaldsson til dæmis er að spila sem fyrsta byrjunarliðsleik í þetta sumarið og Dagur Austmann kemur inn líka og Axel Freyr held ég líka hafi ekki startað síðasta leik, hann byrjar henni inn á ef mér skjáttlast ekki, en þá er eiginlega allt klárt hérna. Þetta skiptir miklu máli fyrir Afturhaldingu að svara fyrir síðasta leik 3-0 tap heima gegn Eyjamönnum og ef að úrslitin fara eins og eru núna, það er að segja Keflavík og Grindavík vinna, þá eru Afturhalding í 7. sæti og Fjölnir í 2. sæti, þannig að þetta er mjög mikilvægur sigur fyrir heimamenn. Ja, sigur, mikilvægur leikur. Mikilvægt að sigra. Og dómarinn er að bíða eftir einhverju hérna hjá okkur. Klukkan er orðin 2 mínútur yfir. Og það er eitthvað verið að skoða netið.
eitthvað er verið að skoða netið hérna í marki Fjölnis og mér sýnist að vera klárt. Hats kom og græja þetta, starfsmaður íþróttamiðstöðvar Varmá, og mér sýnist að hann vera búinn að laga rauða netið. Og þá er allt klárt og leikurinn byrjaður. Góð skemmtun. Bjarni vinnur hann og skalla fram. Fjölnismenn enda hins vegar með hann og Reynir Haralds í vinstri bakvörðinn kemur með kross snemma hérna, skalla frá af Árni Jóns. Hrannar tilbaka á Aron og Andri, hann er auðvitað var í Fjölni árabil og er eini leikmaðurinn held ég inn á vellinum allavega sem hefur spilað fyrir þessi bæði lið, en auðvitað er Sigur Páll Melberg líka á bekknum hjá Aftureldingu sem hefur leikið bæði með Fjölni og með Aftureldingu. Og Njarðvík eru búin að jafna í Keflavík, það eru vendingar í þessu og Þórsarar eru komin yfir í Dalvík eftir 3 mínútur. Þannig að þessi deild er á fleygiferð að spila þétt núna. Það eru leikir í dag og svo á sunnudaginn, veit ég, þá eru Aftureldingar að spila aftur. Og svo aftur í miðri viku. Og Gunnar Bergmann, Georg, Elmar. Og Aron Jóns. Andri Freyr kemur djúpt niður til að sækja hann og snýr með hann og horfir upp völlinn. Og Hrannar getur gert slíkt hið sama hérna og finnur Ólafur Jensen. Bjarni Páll, það verður skemmtilegt að sjá hvernig hann kemur inn í þetta. Kannski ekki fengið eins mikinn spilatíma og hann myndi vilja, en hann þarf að svara kallinu. Hérna lendir Gunnar Bergmann í einhverjum hnjaski. En hann er staðinn upp. Hérna er góð bolti og Hrannar Snær er rétt staður og hann einhvern veginn dettur undan boltanum hana. Smá klaufalegt og markspyrna sem að Fjölnismenn eiga. Þetta var frábær sending hann inn fyrir og Hrannar Snær var kominn í fína stöðu en náði einhvern veginn ekki að fóta sig. Já, Fjölnismenn hérna boltinn í háloftunum þessa stundina og hann er einhver að taka niður. Já, Ólafur Jensen með fáa í sig, hann er að snúa og konu fram og Elmar Kokic 1-1 núna gegn Reynir Haralds, þeir tvöfald á hann. Elmar inn á teginn, siksak hérna, Ólafur Jensen með skotið í Gumma Júl og Fjölnismenn á honum en missa hann strax aftur. Fín byrjun hjá heimamönnum. Elmar ætlar hann að snúa skemmtilega en nær því ekki. Daniel Ingvar bara heim á Halldór Snær. Og Halldór Snær kaldur hérna á boltanum og nær ekki að finna samherja, þarf að gefa hann út af. Aron Eli kominn mjög ofalega hérna og ætlar að krossa hann. Gerir það en fær hann aftur í sig og markspyrna sem að Fjölnismenn eiga.
og fýll snúningur hérna og Reynir Haralds, ég held að hann sé rétt staður hérna, hann Axel Freyr og Arnar Daði hikar aðeins að Axel Freyr 1-1 og er að skora fyrsta markið 1-0 fyrir Fjölni. Þetta var rosalega skrítið einhvern veginn. Frábær sending inn fyrir og varnarlínan var kannski smá áttavillt þarna hjá heimamönnum. Mark Fjölnis skoraði leikmaður Arnar Daði Axel Freyr Harðarsson. ætlaði að koma út hann í smá stund en hætti við og Axel Freyr setur hann utanfótar í nærstöngina. Frábær mark hjá honum, hans 3. mark í sumar. Og gestirnir komnir snemma yfir hérna. Heimamenn ætla að reyna að svara núna. Hrannar fyrir utan á en fínn varnarleikur og markspyrna. Og Fjölnir ætla að taka markspyrnuna hérna með útileikmanni. Sýndist þetta að vera Dagur Austmann sem að tók hana. Það oft áhugaverð taktík. Og Halldór Snær. Landsliðsmarkmaður hann Halldór Snær, gríðarlega efnilegur. Ég held að þeir séu jafn gamlir, hann og Arnar Daði. Báðir fæddir 2005. Þannig að þjálfarnir báðir að treysta á unga markmenn í markinu. Svo eru þeir auðvitað með annan unga markmann, Fjölnismenn hinum megin á bekknum, Sigurjón Daði. Hann fæddur 2001 held ég. Og hérna er Reynir Haralds. Nær að koma honum fyrir en boltinn út fyrir. Aron Eli, Hrannar og Gunnar Bergmann. Georg Andri með hlaupið en fær hann núna hins vegar en frábærlega gert hjá Baldvini Berntsen. Aron Jóns vinnur hann ofalega á vellinum og nú geta þær hlaupið áfram á Hrannar Snær. Lítur inn á völlunum með skotið í nærstöng en framhjá nærstöngina. Fín tilraun svo sem. Það sjá þetta aftur. Varnarlínan var í mjög ofarlega hjá Aftureldingu í markinu og hann var rétt staður. Gunnar og Georg stígu upp og Aron ekki og Arnar Daði reynir að mæta en hætti við frekar snemma. Hérna eru Fjölnismenn, 1-1 frábærlega gert og boltinn berst út hérna á var þetta Orri Þórhals en þeir gera vel í að loka. Heimamenn vinna hann aftur hérna ofalega. Fjölnismenn miklu betri þessa stundina. Aukaspyrna er rangstæða segi ég. Frábær skipting í hlaupi á Elmar en Elmar hérna með háan fót. Já, dæmt á þetta. Spurning hvort Arnar verið svektur út í sjálfan sig þegar hann horfir á þetta á morgun eða í kvöld aftur, hvort hann eigi að gera betur í markvörslunni, en varnarlínan á þetta líka að gera miklu betur. Afturelding verið að fá svolítið að mörkum á sig. Síðustu leiki fengu auðvitað 3 mörk á sig á móti IBVF og
og vantar líka upp á markaskorun, þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með næstu leikjum hjá þeim. Deildin verður hálfnuð eftir 3 leiki, þannig að þá verða liðin búin að spila á alla. Mjúl og Aron JP, og hann er illa kvalinn hérna. Fjölnismenn með frábæra sendingu, geta farið utan á hana og reyna það, en ekki nógu vel útfært hjá þeim. Arnar fljótur að kasta og Hrannar hérna missir hann. Smá tilvílunarkenndur leikur núna. Áfram segir dómarinn. Nei, þeir vilja aukaspyrnuna. Fá hana. Það Reynir Haralds. Stendur yfir boltanum 1 og kemur hann fyrir á fjær. Fínn bolti en enginn annað alveg ystur hjá Fjölnismönnum til að ná þessum. Og markspyrna er það. Leiknismenn komnir í 2-0 gegn Þrótti í Breiðholti. Eftir 13 mínútur, það var auðvitað þessi seinkun hérna áðan út af netinu. Aron Jóns. Bjarni kemur hérna niður sem svona eiginlegur þriðji hafsend í uppspili. Fær hann núna slök sending og þá fylgir önnur í kjölfarið. Aron gerir vel hér á nafna sinn sem að snýr en missir hann. Heimamenn smá shaky núna, en þá er fínt að senda hann Aron Eli sem að tapar hann sjaldan. Aron JP hérna gefur nú til hægri. Georg Bjarna getur komið hann fyrir, gerir það. Boltinn frá og Bjarni Páll. Aron Eli krossa bara snemma, Andrinar kassan niður og Elmar nær ekki að taka hann fyrir sig, erfið stað fyrir hann. Hrannar, Aron, missir hann hérna, nær ekki komin tilbaka. Það er vinnan aftur heimamenn hérna. Andri, þetta hefur verið flott ef hann hefði nátt að taka fyrir sig þarna. Baldvin Berntsen skoraði rosa mark gegn Þór fyrir 2-3 leikjum. Það var að passa sig á þeirri löpp. Það var einn hára langur en gengur ekki. Viðra vel í dag í Mosó. Rættist á veðrinu fyrir steikakvöldið. Það er afturhaldingar auðvitað með skemmtilega viðburði á hverjum heimaleik. Síðast var það var klipping síðast. Núna er steik og rautt frá kjötbúðinni og held sinn NATO, rauðvín. Ég veit það svo sem ekki hvaðan rauðvín er, en það er allavega kjöt frá kjötbúðinni. Geirugúlas. Ja, Elmar hérna er hann að fara að komast inn í þessa sendingu. Glæfraleg sending tilbaka. En þetta sleppur fyrir horn hjá Fjölnismönnum. Já, Dagur Máni Austmann er komin hérna neðstu núna. Strækjar. Vildi bara fá að touch hann aðeins. Og bolti inn fyrir, en æfingabolti fyrir Arnar. Oliver á Elmar. Elmar missar hann hérna og ætla að vinna strax aftur, en gekk ekki. Axel Freyr
með fínan bolta inn fyrir. Aftur ætlaði Arnar að koma út í smástund en hætti síðan við. Og boltinn inn á fjær og Reynir nær að setja hann fyrir sig og krossar hann hátt og langt en það er Oliver og skalla lengra hjá Hrannari og Andri í baráttunni. En Fjölnismenn halda honum. Kraftur í Fjölnismenn núna. Gummi Galli sendir hann bara út fyrir. Grótta konum með rautt spjald gegn ÍR eftir 80 mínútur. Það var spennt að sjá hvernig leikar enda í Keflavík Njarðvík. Þessi deild er náttúrulega alveg ótrúleg. Fjölnismenn með hann hérna í aftasta þriðjungi. Halda honum þar. Halldór Snær. Baldvin. Já. Heimamenn vinna hann hérna og Elmar. Erfitt fyrir hann einhvern veginn að taka með ná núna. Það eru 2-3 í honum. Aron. Aron Jóns. Georg. Það er klaufaleg sending hérna. Fjölnismenn vinnan hérna trekk í trekk oft á tíðum og Axel er eldfljótur en Gunnar Bergmann nær að komast í boltan á undan honum. Arneli. Missefna bolti þarna. Fjölnismenn eiga þetta engast. Og Gunnar tilbaka bara. Og Arnar segi ég. Bara með eitt langan hérna. Óli Jensen klókur að brjóta ekki. Og heimamenn vinna hann. Óli Jensen getur snúið núna, já, gerir það. Komur hratt núna, Elmar. Óli með honum í gott hlaup. Elmar lítur inn á höllin en aðeins og þungt touch þarna. Og Gummi Kalli gerir bara vel. Já, Fjölnismenn spila bara með þrýning hérna út úr öftustu línu. Hrannar boltinn dettur fyrir hann. Hann langar í skotið en aðeins yfir. Endar í skóginum. Já, langur bolti sem að enda bara hjá Arnari. Bjarni. Og Aron Jóns.
Aron Eli. Mér finnst Afturelding þurfa að koma Aron Eli meir í boltan. Það vanta upp á í síðustu leikjum að hann sé komin í álitlega stöður ofar á vellinum og jafnvel bara alveg upp við endalínu. Þar líður hann vel og getur komið með góða krossa inn fyrir. Og hann góður í þessum cutback sendingu sem að rata ofta á miðjumennina sem að taka seinni hlaupin inn í tegin. Hérna Hrannar ætlar að fara inn á völlin en frábær vörn hjá Degi Austmann. Brot, já. Var alveg til að fá eitthvað hita í chati hérna, Gunnar Hrafn segir Axel og konga emoji. Góð leikmaður. Aron Eli á Andri hérna getur dræfað aðeins með hann og skýtur með vinstri en fyrir fyrsta varnarmann. Ólafur Jensen. Skjóttu drengur hérna Aron JP með skotið og Halldór Snær þarf að hafa smá fyrir þessu. Hrannar. Fyrsta skot á marki á heimamönnum. Og Hrannar hælar hann tilbaka og ekki alveg á nógu góðan stað. Já, frábær tækling hérna já, Bjarnar Páli. Alvöru miðjumanna tækling hérna. Fjölnismenn Reynir Haralds með skotið og Arnar slær hann þarna niður og grípur hann síðan. ...22 mínútur liðnar og staðan 1-0 fyrir gestunum í baráttunum Blikastaði. Nágrannar slagur. Svo sem ekkert mikið hatur á milli þessara liða. Svona per se, tvö ungmennafélög sem að vilja bara vel. Ekkert Þór Káa rævalri í gangi þarna. Hrannar lítur ekki utan á og fer bara í skotið en Fjölnismenn verjast vel. Halda áfram að verjast vel. Elmar, tvöfald á hann. Það búið að virka vel hjá liðunum í síðustu leikjum að tvöfald á Elmar. Halla hann í Eyjaleiknum, þeir vörðust honum mjög vel. Hrannar líka tvöfald á hann en hann fyrir utan á eldfljótur og nær hann að halda sinna og já, gerir það, fít kross með vinstri, skalla frá og boltinn skoppar inn í teig. Elmar, já, Axel fer hart í hann hana. Ólafur horfir upp. Elmar með boltann á þeim og þetta fít kross en bara enginn á réttu stað einhvern veginn. Mest ekkert að þessu. Já, heimamenn bakka bara að leyfa Fjölni aðeins að koma upp með boltan. Vilja ekki vera í pressuna núna. Þetta áhugavert. Þá fer Halldór í einn langan. Aron Eli nær ekki að díla við þetta, missar hann af lærinu og Fjölnismenn ná boltanum inn í tegin en það Aron Jóns og Gummi Kalli. Gummi Kalli með 2 mörk á tímabilinu. Með bandið. Máni segir snýr hérna. Þetta tvíburar saman í þessu Fjölnisliði. Máni Austmann og Dagur Austmann. Annar
center og hinn bakvörður, það skemmtilegt. Hættulegt spark hérna og það beðið aðstoð strax. Þetta Andri Freyr. Var það Július eða Baldvin sem reyndi að hreinsa þarna og vonandi verið nú í lagi með kallinn. Málefnalegu lýsandi trómmetur á leiknum frábæra, segir Logi Már. Sammála þessu fyrra. Andri hann allavega svona að reyna að standa upp, já. Sem flott. Og hann að fá svona þetta rútín check-up núna. Hvort hann sé bara með meðutund og ekki vangaður. Og dómarinn checkar hann núna. Ekki sáttur. Hann Andri virðist vera. Hann virðist ekki vera sáttur við eitthvað. Hann þarf að fara út af. Já, getur Andri komið aftur inn og leikurinn hafinn á ný. Brotið á Danieli Ingvari. Grindavík konur í 2-0 gegn Eyjamönnum. Helmar brotið á honum. Það gerir Axel Freyr. Já, kannski lítið dauðafæri í þessu leik fyrir utan þetta mark sem var bara einhvern veginn einstaklega vel heppnuð sending á háréttum tíma og hárétt hlaup hjá Axeli Freyr. Þá komast hann einn í gegn en lítið meira að einhverjum svakalega góðum færum. Afturhalding hafa átt 1 skot á markið og síðan hafa Fjölnir átt 1-2 viðbót á markið auk þess að hafa skorað þarna snemma í fyrri hálfleik. Ágætlega mætt inn í Varmá í kvöld. Mikil sól, mikið gaman. Helmar í baráttunni hérna og Halldór góður á löppunum. Þeir eru svo sem það báðir þessi markmenn. Já, Ólafur Jensen hrikalega góður að kíkja Ólafur Jensen í kringu sig. Bara með þeim betri sem ég hef séð í þessari deild allana. Og hann fær oft hálsrík, veit ég, á kvöldin. Aron Elí fítbolta á Andra sem með mann í bakinu en Andri kannski aðeins klaufalegt hann að vísa hann undir sig. En Július Mar gerði þetta ágætlega. Aftur taka þær þessar stuttu markspyrnur þar sem að Dagur Austmann byrjar á að taka spyrnunar og færa hann hér. Já. Og Baldvin ætlar að leita hraðanum í Axeli sem að lætur finna fyrir sér hérna, fer aðeins í Gunnar Bergmann. Og hagnaður, segir dómarinn. Andri ýtti aðeins í bakið á Daniel Ingvari. Axel leikur hérna á Bjarna og með fínan bolta
En Elmar gerir vel í varnarvinnunni. Máni á Júlíus. Og Dagur Austmann. Fín sending hérna upp kanalinn. Og boltinn inn á teiginn sem að Arnar grípur. Frábær sending hann upp vænginn hjá Degi. Eyjamenn að minnka munin 2-1. Ekki mikið eftir þar held ég. Hrannar. Fín sending á Aron, hann getur hlaðið í skot núna, hóta skotinu og skýtur þá en þetta fer yfir. Ég held að Aron eigi svolítið mikið inni. En hans tími mun koma. Hann hefur ekki skorað ennþá. Það sem að aður sumri. Og Halldór. Fjölnismenn eru bara rosalega rólegir yfir þessu. Tapunum hérna reyndar. En þeir eru bara sátti með leikinn eins og hann núna. Eru með línuna bara frekar hátt uppi en eru alveg tilbúinir að leyfa Aftureldingu að vera smá með boltan og geta sem komið bara mjög hratt. Aron JP. Hrannar tilbaka. Fín sending á Aron Eli, hann með pláss fyrir fram með sig. Þarna vil ég sjá hann. Aron á nafna sinn. Elmar með skotið í andlitið á Baldvini og hann þarf alþýðningu og það strax segir dómarinn. Já, Baldvin Berntsen liggur hérna. Já, hann er ennþá að fá aðhlynningu hérna. Og ég fer kannski yfir leikina sem er í gangi. Leikinni sem byrjuðu kl. 6. Þar er staðan 2-1 fyrir Grindavík gegn Eyjamönnum. Og þar er 1 mínúta eftir. Keflavík Njarðvík, staðan er 1-1 þar. Og 90 mínútur komnar á klukkuna. Og svo leikinni sem að byrjuðu hérna korter yfir 7. Á sama tíma þessi leikur þá er í Norðurlandaslagnum Dalvík Reynir Þór Akureyri, þar er 2-0 fyrir Þórsurum. Leikurinn er hafinn hér aftur eftir þetta höfuðhögg. 0-0 í Gróttu IR en Grótta fekk rautt spjald á 16. mínútu og svo er 2-0 fyrir Breiðholtsstrákunum í Leikni gegn Þrótturum. Þróttur Reykjavík þarf að segja. En þetta er farið af stað aftur eins og ég segi. Og það virðist vera í lagi með hann Baldvin. Segir Fjölnismönnum að drífa sig aðeins inn á dómarinn. Allar hefur byrjað að tefja úr einhverstum, ég trúði ekki. Aron.
Já, Hrannar gerir vel. Kemur hann fyrir og á fyrsta varnarmann hann hvort þetta var Júlíus Mar sem hann að koma nú frá. Hrannar með svakalega sprengikart og hættulegur þegar hann kominn fram hjá mönnum. Georg með frábæran bolta á Andra í hlaupið en aðeins munaði ekki miklu. Baldvin, Júlíus missar hann hérna og Hafsend komin úr stöðu, þá geta heimamenn nýtt sér það. Andri til hægri á Elmar, sendingin fyrir aftan hann. Elmar ætlar að reyna að fiska aukaspyrnu en fær hornspyrnu hana. Og hver er þarna Maldi Móin? Er það Georg eða Aron? Nei, þetta er Georg Bjarna sem er eitthvað ósáttur við eitthvað. Georg Bjarna ósáttur við eitthvað hjá dómara leiksins. Ég veit ekki hvort að hann vildi fá brot þarna á Elmar en hornspyrna er það. Og Elmar ætlar hann að reyna að skora aftur? Nei. En Halldór þarf samt að kýla þetta út. Grípur hann ekki og Aron Eli vinna annað horn. Heimamenn. Elmar auðvitað skoraði fyrir einhverju leikju síðan beint úr horni og hann hefur svolítið verið að reyna að skora aftur eftir það. Nú fær Aron JP að spreyta sig. Hrannar býðs við stutt. Já, þetta er heimagert. Hrannar, fyrir varnarmannana Óliver Jensen. Leitar utan á Georg. Ætlar að finna Óliver aftur, gengur ekki. Og skemmtileg útfærsla þarna úr horninu. Þetta var eitthvað sem að Maggi var endalega búinn að kokka upp í vikunni. Og Aron Eli, núna er smá pressa á Fjölnismönnum. Og Hrannar með mann í bakinu. Aron Eli ætlar að koma með hann fyrir, nei. Snýr hérna í heilhring. Aron með boltaninn á tegin og Elmar hoppar upp en það er enginn á fjarstöng. Reynir þarf væntanlega að halda honum inn á því að snert hann einhver. Og áfram getur haldið pressunni heimamenn. Andri á Georg kottum með henni fyrsta. Já, gerir það og feit bolt á tegin. Þarna er einhvern veginn enginn. Og Fjölnismenn eiga engast. Þetta eru búin að vera fína mínútur núna hérna við heimunum. Meira svona. Bakvörðurinn er einhvern veginn búinn að komast í miklu betri stöður heldur en fyrir leiknum. Vinna hann hérna ofalega núna. Andri heldur honum aðeins og fyrir utan á, já, frábælega gert. Kottum með hann tegin og boltinn dettur fyrir Óliver Jensen á Aron. Það gengur einhvern veginn. Þetta er aðeins svo kúluspil hérna. En heimamenn halda honum ennþá. Georg. Andri biður hann í hlaupið en fær hann ekki. Óliver snýr hérna. Georg kemur hann í fyrst aftur niðri og fýtt bolti en dettur ekki alveg fyrir Aron og Axel Freyr er stórhættulegur í þessari stöðu og þetta er gult spjald væntanlega sem að Bjarni Páll er að fara að fá á eftir en leiknum er haldið áfram. Axel Freyr ennþá með boltan, frábær boltinn á tegin og skotið framhjá. Já, hérna kemur gula spjaldið á Bjarna og markspyrna. Axel er eldfljótur. Og nú þarf Bjarni að passa sig. Það er hættulegt að vera í þessari holding-stöðu hjá Eldingunum. Maður fær bara spjöld endalaust. Þetta er Bjartur Bjarmi í banni og eftir uppsögnu gulspjöld og Ásgeir Frank, hann fór 3 banni í fyrra.
Þannig að þetta er eitthvað, þetta er einhver uppskrift. Fínn bolti hérna, Hrannarinn er að taka niður og koma honum fyrir sig, leitar hann á völlinn og Arneli er í miklu svæði, kemur hann fyrir í fyrsta og Andri fer hérna í öklan á Baldvini, algjörlega óvart, var auðvitað að reyna bara að stýra honum á markið, Andri ekki sáttur, flauta aukaspyrnu á hann, en sáttur með fyrirgjöfina. Og áfram heldur Andri að dauða hérna. Já, miklu betri mínútur hjá heimamönnum núna. Ég verðast eitthvað að hafa vaknað. 5 mínútur eftir af 4 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Og staðan 1-0 fyrir Fjölnismönnum. Og Baldvin þeir vilja einhvern veginn svona ekki pressa. Halldór virðist vera já, frábær hreyfing hérna. Var þetta Máni missir hann en já, heimamenn eiga innkast. Mjög gott að jafna hérna fyrir hálfleik en við gerum það ekki með svona sendingum. Axel með tvöfald á hann, já, gera vel. Andri heldur í hann og Georg Bjarna fær hann þá, langar að svissa honum. Já, vel haldi í hann hérna, en hann svo laus sending hérna. Arneli Aron Jóns stígur aðeins á hann. Og Afturhalding ætla bara að spila sig aðeins út frá markið hérna, rólegir á honum. Frábær skipting, Arneli náðu sig Georg, já, gerir það. Hellingasvæði, Andri með hlaupið á tegin og Elmar Kukic líka, boltinn á nærstöng en hreinsa frá hana. Ég held að einhver hafi kallað á Andra, hann lét hann fara. Hvort það hafi verið Elmar en þetta endar í horni. Já, það kemur mark núna, segir Ásgeir Frank. Farið þá að horfa á skjáinn, kæru áhorfendur. Hérna kemur mark. Elmar, boltan inn á nær, skalla frá og já, Aron vinnur hann hana, boltan á fjær og aftur skalla Fjölnismenn frá og keyrir upp völlinn hérna. Já, ágætlega stoppað. ...44 mínútur á klukkunni. 1 mínúta eftir, það er spurning hvað er bæta miklu við. Það voru auðvitað þessi 2 höfuðhögg. Þannig að þetta verður einhverjar 4-5 mínútur líklega. Elmar flikur áfram. En það er bara enginn þar. Og Máni kominn djúpt núna að sækja hann. Máni aftur kominn djúpt og næri ekki alveg boltanum hann, Reynir Haralds. Sendingin aðeins og föst frá Mána. Aftar segir dómarinn.
Og búið í Grindavík 3-1 sigur staðreynd, í Grindavík, í Safamýrinni. Og Eyjamenn ná ekki að fylgja sigurhrinnu eftir með öðrum sigri. Uppbótartíminn er að minnsta kosti 3 mínútur. Já, 3 mínútur, minnst það lítið í uppbót. Með þessi 2 meiðslana hérna áðan. Nei, gengur ekki þessi sendingi á Arni. En ekki þessi heldur hjá Fjölnismönnum. Andri og Hrannar heldur vel núna og Ólafur Jensen ætlar að þræða hérna línuna, þræða nálarauga. Aron Jóns Aron JP kominn, fær í stöngin út. Vá! Boltinn datt einhvern veginn þarna ótrúlega fyrir hann skallaði hann upp í loft. Fjölnismaður mista á honum og allt í einu var hann kominn einn á móti markmanni og setur hann í utanverða stöngin og út. Dauðafæri á 47. mínútu. Já, Halldór á Reynir Haralds og koma svo hljóta ná að jafna þetta hérna fyrir hálfleik. Andri, já, frábær hreyfing hérna á Andra og fellur við. Ekkert dæmt, segir dómarinn. Veit ekki hvað hann var að benda þarna. Boltan jafnvel. Andri fjall hana við. Hann var í rauninni komið fram hjá Júlíusi Mar. Georg á Elmar. Já, snýr á vinstri. Georg. Ætlar að fá 1-2 hérna með Aroni, gekk ekki. Þeir að renna út í sandi núna. Þessi hálfleikur 10 sekúndur eftir. Aron. Já, flauta bara til hálfleiks. Hálfleikstölur 1-0 fyrir Fjölni. Við viljum að taka okkur smá hlé. Frábæra hamborgara og góðgæti í sjoppunni.
Herru, við erum komin í loftið aftur. Seinni hálfleikur fyrir að byrja hérna, 1-0 fyrir Fjölni var staðan þegar við fórum inn í hálfleikinn. Og það létti við mönnum hérna, dómaranum og Hrannari. Maggi gerir enga breytingu á sínu liði sýnst mér og ekki Úlfur heldur. Þannig að liðin haldast óbreytt frá því í fyrri hálfleik og þá byrjum við það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer. Við vorum að fara yfir þetta hérna í skýlinu hvað þetta er þétt deild. Það bara munar ekki miklu á fallsæti og þriðja sæti. Þannig að það skiptir öllu máli að fá 3 stig eða 0 stig. Jafntefli, það gerir ekkit, það gerir eitthvað en ekki mikið fyrir liðin. Andri kemur djúpt og fær hann hérna og já, í smá klafsi, ekkert dæmt og áfram með leikinn. Heill langur hérna á Axel sem var frábær í fyrri hálfleik. Gríðarlega fljótur. Og þá var talað að hann hafi eitthvað verið að velja á milli Aftureldingar og Gróttu eða Kórdrengi á sínum tíma, en það var einhver skemmtileg saga sem var hann í hálfleiknum. Halldór Snær nú pressaði aðeins meira hérna á hafsendana. Andri í pressinu, þá faraði bara eitt langan Fjölnismenn. Georg nær að taka þennan niður. Arnar fer bara langt líka. Enginn samt þarna í stöðu til þess að taka niður, en Fjölnismenn svona kicks honum frá sér og hérna er fín staða. Ólafur leitar til vinstri, velur rétta sendingu. Aron hikar aðeins, kemur boltan á Georg sem að er ekki í stöðu til að gefa hann fyrir. Smá klaufalegt hérna, en boltinn snemmir á tegin. Andri og Georg. Andri með skotið yfir. Þetta er smá hægt einhvern veginn núna og mikið af snertingum inn í síðasta þriðjung. En allt er lagi byrjun samt. Baldvin á Reynir, en þeir tapa nú strax hérna Fjölnismenn og nú er lag fyrir heimamenn að koma á þá. Frábær sending á Andra sem að getur komið hann fyrir hérna og gerir það, og boltinn skoppandi hérna fer af Halldór í markinu í varnarmann Fjölnis og var hálfsbreytt frá því bara skopp inn. Fjölnismenn í rauninni stálhæfni. Frábær kross frá Andra, fastur inn á svæði milli markmanns og varnar. Nei, það er nú ekki mikið á þetta. Annað höfuðhöggið. Það vondir í lagi með hann samt. Hann vill fá aðhlynningu strax eins og áðan. Það virkaði svo sem ekkert fast áðan, en við fyrstu sýn mér sýnist hann vera staðinn upp. Og þau þurfa að fara út af hérna í smá stund. Já, það er í lagi með Reyni. Og Afturelding halda í boltan. Þá fær Reynir að koma inn á. Aron. Og reyna að finna Andra þarna. Gengur ekki, en heimamenn halda honum.
Laus sending hérna, glæfraleg sending hjá Arnari, en Bjarni nær að bjarga þessu. Spila át frá marki hérna, Georg allarleið heima aftur. Arnar aftur með erfiða og glæfralega sendingu sem að þetta bjargast á einhvern ótrúlegan hátt. Allt og laus og það var bara maður alveg í bakinn á hvort þetta hafi verið Óliver, ég sá það ekki alveg. Stálheppinn, rangstaða. Já, hann þarf að hrista hann skrekk úr sér, hann Arnar. Boltinn farin, sendingin fyrir aftan Aron Elí. Óli Jensen ekki sátt með sjálfum sig hérna. Já, skrýtin byrjun á þessum fyrir hálfleik, nei á þessum seinni hálfleik segi ég. Fín sending hjá Halldóri á Reyni. Aftar segir Sveinn dómari. Afturhalding mjög háa línu núna, alveg bara upp við miðlínu. Og sendingin inn fyrir hérna. Aron Elí nær að díla við þetta. Boltinn kemur hára Arnar Daða sem að lyftur hann einu sinni og kemur hann síðan í burt með vinstri. Krefjandi sending hann frá Aron Elí. Boltinn inn á teiginu og þeir ná að taka niður hérna Fjölnismenn. Inn á teignum, dansa aðeins með hann. Boltinn inn á fjarstöng og Arnar kemur ekki út, skalla frá aftur hjá Bjarna. Og Gummi Kalli lyftur hann hérna á fjær. Og þeir ná aftur að taka niður hérna inn á teignum og hér er færi. Detta ekki en frá fínasta vörn hérna og skoti síðan yfir. En ótrúlegt hvað Fjölnismenn náðu einhvern veginn að halda boltanum hérna bara inn í teig. 2-3 skipti í röð. Aron Gunnar Bergmann Georg Bjarnason á Elmar Bjarni og þeir fara hérna yfir vinstra megin. Aron Elí með fína sendingu hérna í fyrsta og Aron nær ekki að finna Hrannar hérna í hlaupinu sínu en Hrannar gerir vel í að pressa þarna. Gummi Kalli skallar til hliðar, fer þessi út í innkast, já. Dagur Austmann náði þessum ekki, innkastið tekið fljótt. Hrannar lyftur hann með vinstri á fjær en þetta er algjör æfingabolti fyrir Halldór og hann róar þetta aðeins niður. Hérna fær hann farin út af. Nú er eitthvað að gerast hjá Andra. Hann er eitthvað að kvenka sér. Gult spjald á Andra Frey. Ég sá ekki alveg hvað gerist þarna. Hvort það hafi verið einhver peysutók. Og þá er
Andri kom með guldspjald eins og Bjarni Páll. Aron. Oliver. Georg Elmar, smá þrýtningur, skemmtilegt hérna og finnur Elmar aftur í ágætu svæði. Hann vill fara á vinstri, gerir það og fullur teigur á mönnum. Það var Aron, fer yfir á vinstri, langar í skotið en fer á Aron og hann með skotið væntanlega ætlar að skera hann hérna aðeins utanfundar en hittir hann bara alls ekki nógu vel. Var í flottu skotfæri. Þeir voru búin að þrýsta Fjölnismönnum djúpt inn í eigin vallarhelming. Það þarf meira svona færum. Afturlending ekki skapað sér mikið að færum í þessum leik. Og henni tæklingin bara inn í svæðið fyrir Reyni Haralds til að koma með hann fyrir og gerir það og Aron Jóns upp í loft. Arnar Dæ Kotto gríft hann, nei. Og skotið í varnarmann og hotspyrna eða hvað, já. Fjölnismenn, þegar komast á síðasta þriðjung, þá er allt sem að þeir gera er einhvern veginn hættulegt og komast í góða stöður, fyrirgefið góðar. Þannig að það virðist sem svo að heimamenn þurfa að hafa eins meira fyrir þessu. Guðmundur Karl sem tekur þetta. Þeir þrengja teignum og hálofta boltinn á teiginn og skalla bara þetta og aukaspyrna sem að heimamenn eiga. Hár fótur hérna í öklana á Hrannari en eftir liggur samt sem aður Fjölnismaðurinn hvort það sé já, það er einn á týpurunum, það sýnist mér með að vera Máni. Oliver lítur upp á höllina, frábær sending Hrannar í miklu svæði, kottum með hann á teigi núna. Já, vinnur hotspyrnu hérna. Júlíus gerði mjög vel í að ná að hlaupa tilbaka og loka fyrir sendinguna. Kemur hotspyrna hjá Afturheldingu. Aron Jó með fína bolta sem að fara djúpt inn í teiginn á orðin að Fjölnismaður sparkar honum í burtu. Bjarni með boltann á Georg, hann nær að halda þessu inn á, kottum með krossinn fyrir, nei þeir ná aftur að bjarga þessu Fjölnismenn. Afturheldingar komast í ágæta stöðu núna. Hérna er mjög góður bolti en Arnar Daði díla við þetta, hann er komið með derhúfu núna. Sá greinilega eitthvað illa. Maður sér þetta ekki oft. Árið 2024, derhúfa hjá markmönnum. Já, Hrannar gerir vel í að vinna þessa varnarvinnu, hann að kantara og kantara og hann þarf að fá einhverja menn með sér. Ólafur getur skipt honum yfir, gerir það og nú getur við þrýst aðeins áfram. Elmar í hann á vinstri fætinum, keyrir inn, vinnur hotspyrnu.
Já, það er aftur stutt. Aron tilbaka og Elmar nær ekki að koma hann fyrir. Já, innkast sem að Fjölnir eiga. Já, vel gert hann hjá Ólafi Jensen sem vinnur hann. Andri snýr með hann. Brotið á honum, já. Aukaspyrna á ágætisstað fyrir heimamenn og hann fer í svörtu bókina og mér sýnist að vera Axel Freyr sem að fær gult spjald hérna. Þegar 61 mínúta eru liðin að þessu leik og þá er Arnór Gauti að gera sér tilbúin til að koma inn á og þeir fá að gera skiptinguna núna og Úlli ætla líka að gera skiptingu og út að kemur leikmaður númer 16 Orri Þórhallsson sem að var að byrja sinn fyrsta leik í sumar og Andri fer út af fyrir Arnór Gauta. Og spurning hver kom hann inn á fyrir Orra, hvort að þetta hafi verið Vilhjálmur Yngvi nummer 17. Aron Jóhannsson boltinn út fyrir og hotspinna. Það er Kristóður Dagur sem að koma inn á. Það er enn einu hotspinnan sem að heimamenn fá hérna mikið á hotspinnum síðustu 5 mínútur. Aron Jó. Hann stoppar hérna eitthvað. Hann ætlar að ræða hans við Arnór Gauta og Kó hérna við markmanninn. Aron Jó skalla frá fyrsta varnarmanni og innkast. Bjarni smá misskilningur hann hjá Hrannari og Arni, hann gengur upp. Hrannar leitar hann á teginn og kottur með hann fyrir núna fyrir yfir á vinstri og tínir boltanum. Gífa tilbaka, Aron Elín er að halda hann inn á og það er annað hotn, já. Dagur Austmann mist hann út fyrir. Þetta er 4. og 5. hotnið á síðustu 5 mínútum. Kottir nú með góðan bolta. Aron Jó, pítbolti og díla við þetta Fjölnismenn. Já, vel gert hjá Gumma að kalla þarna. Þetta Fjölnismenn lagt á stað. Reynir Haralds og þá koma þær á fleygiferð. Máni Reynir inn á teginn, skalla frá. Mislukkuð hreinsun en Elmar Kokic kemur þessu lengra þá. Nei, þetta var, skildi ekki hvern annan alveg hérna. Kristóður Dagur og Dagur Ingi.
Halldór. Já, og hérna Halldór Snær. Pressa Hrannari og þeir halda honum inn á Fjölnismenn í öftustu línu. Gummi Kalli. Og farin út af hérna hjá Degi, já. Aron Jó. Arnór Gauti kemur djúpt hérna á færan en mislukust snerting og Gummi Kalli vinnur hann. Axel. Gunnar Bergmann er að vinna í svæði hérna. Kemur honum fram að við á Aron Jó. Elmar keyrir á stað. Fín tækling hana. Vinna boltan Fjölnismenn. Já, Axeli Frey og brotið síðan á Reyni. Smá svona andleysi einhvern veginn yfir þessa stundina. Og Þórsarar komnir í 3-0 í Norrlandsslagnum gegn Dalvík. Flikkað áfram hérna á Dag Inga. Dagur Ingi á nafnum sinn Dag Austmann. Máni Austmann og heimamenn vinnan hér og ætlum að sækja hratt eða hvað. Aron Jó tapar honum og sendingin hérna á Dag Inga sem er með hellingasvæði til að vinna í. Dagur Ingi kemur með hann fyrir á milli markmanns og varnar og vá, þarna munaði ekki miklu að Kristófur Dagur myndi ná að klóra í hann. Eða var þetta Máni Austmann, já. Sá ekki alveg hvort að Arnar Daði náði snerting á boltanum og náði eitthvað að trufla Dag. En boltinn enga síður frábær frá Degi Inga. Brotið á Arnóri Gauta hlýtur bara að vera, já. Hárrétt þarna hjá Sveini, dómara leiksins. Sóma Sveinn. Arneli Hrannar. Gunnar Bergmann skiptur hérna. Elmar, nei, Georg nær að flikka honum áfram á Elmar sem að fellur niður og brot segir aðstofadómari á Elmar Kogic. Dagur Austmann. Og Baldvin. Og Júlíus. Baldvin og Júlíus búin að vera prýðilega góður í þessu leik sem hafsendapar. Stórir og stæðilegir. Og vel spilandi líka. Þeir hafa hrifið mig mjög mikið í þessum leik. Brotið á Mána. Kom djúpt þarna og ætlaði að sækja boltann en
Bjarni Páll fór aðeins svo mikið í hana að mati Sveins dómara. Dagur Ingi kemur með hann fyrir snemma. Arnar Daði grípur í. Oliver. Aron Jóns, Bjarni Páll. Komnar 70 mínútur á klukkuna, spurning hvort að Maggi fara að gera eitthvað breytingar á liði sínu og fín setting hérna á Arnór Gauta sem er rétt staður en enn og aftur mjög vel varist hjá hafsendapari Fjölnismanna. Innkastið er heimamanna, já. Það hefði átt að vera nokkuð klárt þarna. Og ÍR-ingar að jafna gegn Gróttu. Bergvin Fannar Helgason. Rafael segir hérna í kommentarkerfunum both teams to score please. Skemmtilegt að hafa kommentarkerfið í fullum gangi. En hérna er hotspinna. Enn og aftur. Við hljótum að fara að geta gert okkur eitthvað mat úr þessu. Fengið skall á markið eða eitthvað svoleiðis. Elmar. Nær. Og skalla frá. Sett hann mjög nálægt markmannum hana. Annað hotn. Og þá skokkar Aron Jó að boltanum. Aron ætlar hann að setja hann nálægt kýpunum aftur, það eru allir þar á fjær og Halldór kýli frá. Elmar Ólafur Jensen komum að fyrir, já gerir það og boltinn hrekkur hvert á fjær og Gummi Kalli sparkar í annað hotn. Það var Aron Jó. Boltinn á fjær og skalla frá að Fjölnismanni og brot, segir Sveinn. Það komið smá krampi í liðið. Ég er komnir í 2-1, búin að skora 2 mörk á 3 mínútum. Leikmaður nr. 4, Bjarni Páll Linnet Runnarsson og innan kemur leikmaður nr. 19, Sævar Atli Hugason. Það er skipting hjá Magga. Bjarni Páll kemur út af og Sævar Atli kemur inn á. Ef þetta endar svona þá eru þeir komin upp í playoff sæti. En þetta er ógeðslega mikið eftir þessu móti. Oliver skalla frá hjá Axeli. Axel Oliver verst vel og aukaspyrna, já rétt. Oliver Jensen gerir þetta hrikalega vel.
Georg. Aron Jóns fær hann yfir og Arni Eli. Kottum aðeins á ferðinni, drengur. Hægir aðeins á þessu hérna Hrannar. Aron. Sævar. Georg. Aron. Vel spilað, Georg. Kottum með fyrir núna. Já, chippar hann með einhvern veginn utan í teiginn. Og Sævar á Aron með skotið yfir. Já, hann fór á varnarmanni og það er hornspyrna. Helmar. Boltan aftur inn á markteg. Arni Eli með skallan aðeins yfir. En loksins fáum við skalla úr horni og þá kemur skipting hjá gestunum. Hér Sigurvin Reynisson að koma inn á. Allavega Dagur Ingi að fara út af. Já, Sigurvin að koma inn á. Sigurvin gerir breytingu á liði sínu. Út af leikmannum 7 Dagur Ingi Axelsson. Og inn að kemur leikmaður nr. 6 Sigurvin Reynisson. Hendi þarna, nei. Ólafur Jensen. Og Arnór Gauti í fínu hlaupi hérna. Villir smá varnarmenn og markmenn en Halldór Snær nær einhvern veginn að grípa boltan hana. En fínt hlaup hjá Arnóri Gauta. Það er meira þessu. Aron Jóns í stífri baráttu við Mána. Máni. Vel gert hjá Gunnari. Elmar. Nei, tapar hann hana. Máni. Máni er ekki að fá víti. Þetta var... Hann var alveg handviss hana. Hann Sveinn. Ég sá þetta ekki alveg nógu vel en ég held að við höfum verið smá heppnir þarna. En áfram með leikinn. Þegar 79 mínútur eru liðnar. Fín pressa hérna hjá Hrannari sem að fer í hörkutæklingu og góð barátta og afturlíka á þetta engast. Ólafur horfir fram á við. En Axel gerir gríðarlega vel. Aron Jóns. Gunnar. Heim með þetta bara, já. Hrannar. 1-1 hérna. Gegn Já, hérna kemur Ólafur ekkert á þetta, nei. Það er hornspyrna. Datt auðvitað niður hérna Ólafur Jensen í leita einhverju meira en horni. Aron Jó segi ég. Fínn bolti og Georg Bjarna.
Nei, Gunnar segi ég með gott laup hérna inn á teginn. Georg með boltan á Gauta en Fjölnismenn díla vel við það. Tíu mínútur eftir að venjulegu leiktíma. Léleg skipting en ég held að boltinn var að detta þarna fyrir Aron en svo var ekki. Gunnar í eltingarleiku við boltan þarna tilbaka og Fjölnismenn eiga innkast sig. Heimamenn ekki sáttir við töf á innkasti og að fara framalega og hann fær gult spjald eða er það bekkurinn sem að fær gult spjald? Nei, hann færði sig alltof framalega og sýnist þetta að vera Reynir Harald sem að færir gult spjald fyrir að svindla hérna aðeins á reglunum. Boltinn inn fyrir á Axel, Aron Eli og hann í harðri baráttu hérna en Aron Eli hefur betur, Rannar getur komið boltanum í sókn. Georg Elmar Chesternen ágætlega en er hann að dæma á hendi eða hvað? Það liggur allan eftir hérna Reynir. Tæklingin að Arnóri Gauta og hann fær gult strax hérna. Aggressíft gult spjald. Og Sveinn vill fá aðhlynningu hérna. Braut þarna á Júlíusi. Fjölnir gerir tvöfaldabreytingu á liði sínu, út af fara leik fyrir leikmann númer 5, Dagur Austmann Hilmarsson, fyrir leikmann númer 14, Daniel Ingvar Ingvarsson og inn á kemur leikmann númer 8. Já, Ólafur Dagur Thorlacius er kominn inn á, mikill meistari, algjör toppmaður. Og einnig er kominn inn á Vilhjálmur Yngvi, kom inn á fyrir Dag Austmann. Ólafur Dagur kemur inn á fyrir
Daniel Ingvar sýnist mér. En eru heimamenn í leita jöfnunarmarkinu. Georg með boltan fyrir og skalla frá hérna af Baldvini. Georg aftur með krossinn inn og aftur skalla Baldvin frá. Fjölnismenn hérna í vænlegri stöðu. Ætla Gunnar að brjóta, nei gera það ekki, en hérna kemur frábærbolti inn á Mána. Máni ætlar að koma með hann fyrir, fyrsta gengur ekki, Aron Jóns. Máni leikur á Aron Jóns og gefur hann fyrir á fjær og þar Ólafur Dagur sem að skóplar hann yfir. Gult spjald á Gunnar fyrir eitthvað örlítið peysutóðna á hann. Já, svona hálfbraut. Ekki alveg, en fær gult spjald fyrir. Ég þá bara ef hann ætlar að fá gult spjald, hann má bara brjóta það alveg. En dómarinn dæmdi þetta sem svo. Aron með langan. Hrannar í smá eltingaleik hérna, en þeir eru bara búin að díla óbúslega vel við þetta. Og Leiknir komnir í 3-1. Þeir eru að klára þetta í Breiðholti eftir erfiða byrjun hjá þeim. Hrannar snýr inn á völlinn og finnur Aron Eli, kottur með hann inn í fyrsta hérna. Kemur með hann fyrir núna og klippa frá Elmari. Gengur ekki upp. Þetta hefði verið ótrúlegt. Aron. Hrannar. Gauti. Arnór Gauti. Fínn bolti á Ólafur Jensen, ennþá með hann inn í teiknum. Skjóttu og gerir það. Fer í fyrsta varnarmann. Kominn í fína stöðu hérna. Höldum við svo lífi. Georg, Elmar. Ólafur. Kominn Fjölnismenn í pressuna. En þá hleypur Axel Freyr eins og titlingur. Já, vel spilað hér. Ólafur kemur með hann á flottum tíma. Georg Bjarnar leggur hann fyrir sig, kemur með hann í fyrsta fyrir og ennþá fer þetta ekki á heimamann. Ekki hvað þeir eru búin að eiga marga fyrirgjafir sem að bara rata ekki á samherja. Aron með skoti! Rétt framhjá. Aron Jó með 2 dauðafæri í þessu leik. Þarna fyrir hann rétt framhjá, áðan fór hann stöngin út. Hann mátti engum muna þarna, boltinn datt svo innilega vel fyrir hann. Og hérna kemur Valli inn á Valgeir Árni fyrir Hrannar. Hrannar Snær Magnússon og inn á kemur leikmannum 17 Valgeir Árni Svansson. Komið 90. mínúta hérna, spurning hvers miklu verður bætt við. 5 mínútur bætt við, segir minn maður í gámnum. Og gult spjald, við fáum ekki að taka þetta fljótt úr vegna þess. 5 mínútur bætt við.
Ég komin í 3-1. Það munar 6 stigum á 11. sæti og 3. í þessari deild. Þetta er ótrúleg deild. Aron Elí með boltinn á teiginn, skalla frá. Ekki dæmt. Boltinn á lausu einhvern veginn. Oliver ætlaði bara að brokka þarna inn á teig. En það gekk ekki. Gunnar með einhvern hetjulegan skalla hérna. Áfram með leikinn. Hagnaði beitt. Georg Bjarna komin í fína stöðu. Komdu með kross. Gerir það. Fleytur honum á bakstöngina. Elmar. Brotið á honum. Nei, segir dómarinn. Upp með þig. Boltinn farin út af, heimamenn eiga hann. Nú eru þeir að flýta sér. Valgeir á Elmar sem hann næri ekki að toucha nógu vel. Aron Jóns 91-30. Aron léleg sending og Halldór getur étið klukkuna. Guð minn góður. Skalla frá af Gunnari Bergmann. Já. Sigur Reynisson var nú ekki að fara að vinna neitt í 100 metra spretthlaupi. Oliver. Georg haldur sér ná. Já, gerir það. Koma. Elmar. Inn á teiginn. Hornspyrna. 93 ár mín. Elmar. Nær stöngin skalla frá og annað horn. Þeir eru allir hérna hjá markmannum. Það verður ekki virka nægilega vel að setja hann þangað. Elmar. Aftur mjög nálægt markmannum. Skalla frá. Akkur er enginn þarna. Oliver. Gegn Gummakalla. Gummikalli verst vel og hérna berst boltinn til Gunnars og skalla frá. Dettur fyrir Mána. Axel. Frábær tækling, bara bolti. Já. Áfram með þetta. Helgjart hjá Arni Jóns. Komið nú með hann fyrir. Boltinn fyrir. Skalla frá. Aron Elí. Heldur honum. Boltinn aftur fyrir. Fínn bolti! Skalla rétt fram hjá. Þetta var Elmar Kokið, sýndist mér. 1 mínúta eftir var þetta færið. Já, bættu nú einhverju við hérna, dómari. Það liggja alveg og liggja. Halldór. Máni ítir hérna í Gunnar Bergmann og hann kvartar yfir svo þá flautar hann. Hann er nokkuð augljóst hérna við fyrstu sín. Gunnar að flýta sér. Aron. 10 sekúndur eftir af uppgefnum uppbótartíma. Elmar. Nei, Reynir Haralds leikur eins og stunginn grís eins og hann hefur gert allan leikinn. Elmar
Inn á tegjum þetta. Hotspinna aftur. Já, hérna hér. Enn ein hotspinna. Hlútu nú að geta gert eitthvað úr þessu hérna. Elmar. Afleitt spinna. Jæja, kottum með hann aftur fyrir. Já. Frábæra flikka! Nei, þetta ekki að grínast! Ég trúi þess ekki. Hvernig endar þessi ekki inni? Arnór Gauti með hann fyrir framan markið í Fjölnismann og út af. Kíkt frá. Nei, það er flautað af. Loka niðurstaða 1-0 fyrir Fjölni. Þetta er ótrúlegt lokafæri. Þetta er hrikalega svekkjandi. Hálfgerður viðbjóður í rauninni. Og ég ætla að draga mig í hlé. Well, now there's no